Já, þá er komið að fyrsta kynningar og fræðslufundir afmentar á nýju ári og við höfum fengið hann Pétur Bjarna frá verklögnum til þess að kynna fyrir okkur varmadælur og notkun þeirra. Pétur Bjarni, ég veit þín. Takk fyrir. Góðan daginn. Já, eins og þú segir, heiti Pétur Bjarni. Ég búinn að vera svolítið í varmadælunum. Byrja nú fyrir nokkuð mörgum árum á þessu og svona sem áhugamál og sem þróast út í það hef innflutning á þessu. Ég ætla aðeins að kynna smáis okkur og svona þess að við erum með 2 helstu byrgja í varmadælunum sem við erum að vinna með og ferum bara þetta svolítið á léttunótunum og sýningu svona aðeins hvað við erum verið að gera ásamt því að svona kannski segja ykkur meira frá því. En verklagnin er alltaf upprunalega stofnað sem pípulagningarfyrirtæki af Gunnlaugi Jóhannesinni, pípulagningarmeistara. Mikið af okkar vinnu þegar við vorum í pípulagnum var meira kannski að þjónusta fyrirtæki og voru þá mikið komið með aðkomu að kælikerfum og sem þróast svo yfir það fórum meira í kælikerfin og út frá því kveiknaði svona áhugin á því að fóra þetta í varmadælur. Það var árið 2007 sem við svona byrjuðum að, eins og segir hrunnin oft, að kynna okkur varmadælur og möguleika með þeim og fórum svona rólega af stað og tókum inn nokkra varmadælu til pröfu og gekk bara ágætlega og þetta var náttúrulega mikill skóli og fórum ekki að framhalda því til Thermia sem er kannski svona verið okkar fyrsti byrgi í þessu. En þeir reka skóla í varmadælum sem er ekki bara fyrir endilega þá sem er hjá Thermia en það er hægt, við getum sendt menn þangað við vilja og allt saman í skóla en svo hefur við líka verið í samstarfi við Iðuna að kenna varmadælur út frá því sem að Thermia hefur verið að kenna. Dakin er annars svona stór byrgi hjá okkur, stofnað 1924 í Japan. Það er náttúrulega japanskt merki. En öll framleiðsla sem að við ljótum þá kemur frá Dakin í Európ og er framleidd innan Evrópu. Þeir eiga mikið samstarf við Dakin í Svíþjóð, sem þeir eiga nú hluti í og við þróun á varmadælum fyrir eingöngu norðlægar slóðir og þá tala þeir yfirleitt Noreg, Svíþjóð, Finnland og Ísland. Það kalla þeir norður og þurfum við þurfum aðlaga varmadælur sérstaklega fyrir þessi svæði. Ástæði fyrir að við föllum undir þetta er það að við þó eigum ekki sama kulda á þeir og fáum, þá er vindkælingin hér alveg gríðarleg og skiptir miklu máli upp á afvísingu í búnað og annað að sé svoleiðis. Thermia, það er svona kannski aðeins öðru sér framleiðandi að því leytinu til að þetta eru sem sagt í litlum bæ í Svíþjóð og stofnað 1923 en þegar olíukreppan skellir á þá fara þeir að huga varmadælum og kynna í raun og fyrstu varmadælu eins og hún er í myndin í dag sem heimilisvarmadæla með neysluvatni og þeir hafa verið svolítið leiðandi í að þróa nýja tækni í varmadælum og þar á meðal þetta svokallaða HG2 eða hot gas water tækni þar sem þeir eru að ná að afkasta mun meira neysluvatni heldur en hefðbundin varmadæla getur. Ég sýni ykkur hérna aðeins nánar meira. En það er hægt fyrir það sem hafa áhuga kannski þeir Thermia með mjög langa og flotta sögu en inn á þessu hérna link er hægt að sjá alla söguna þeirra frá byrjun og varmadælunar og hvernig þetta þróaðist úr því að vera framleiða hitakúta og olíukalla og annað yfir í bara varmadælur. Nú, ég vænti svona kannski það er ekkert allir sem að vita hvernig varmadæla virkar en það er þó nokkuð margir orðið í dag sem vita það. En einfaldast skýringin er alltaf verið að segja fólki að þetta sé bara svo öfugur ískapur. En fæstir vita hvernig ískapur er sem virkar. Þannig að það er svona mjög einföld leið til þess að eyða þessar umræði. En það er frekar flókið að útskýra nákvæmlega hvernig varmadæla virkar og hvernig við náum orku úr mjög lítilli orku. Lágu hitastigi, mínus 20 stiga frost og við náum orku. En þegar ég fór sjálfur að kynna mér þetta fyrst og fekk útskýringuna á því hvernig ísskápur virkar að ég hélt alltaf að ísskápurinn minn væri eins og við köllum kæliskápur og hann kælir hlutin sem ég set inn í hann en hann gerir það ekkert. Ef ég set 20 gráða heitan hlut inn í ísskápinn þá fer ísskápurinn eins og varmadæla. Hann tekur varman úr honum og flytur hann og kastar hann út á bakinu. Þetta er varmaflutningur sem er í gangi. Og það sem við gerum í varmadælunum er að
að segja það, við séum með pressu hérna sem að nota bara ekki mikið rafmagn þó að það sé hérna, en hérna förum við inn á varmaskipti þegar við erum að hita vatn. Ef þetta væri loft þá er þetta alveg varmaskipti bara fyrir loft. Og það er aðal uppistæðan pressan og þessi þrýstiloki. Hann heldur þrýsting á móti gasinu og þegar við þjöppum gasinu saman þá hitnar það. En svo þegar við sleppum gasinu þá þurfum við að sjóða það aftur og það er það sem við erum að sækja orku inn í varmadælina. Hérna erum við sem getum sagt 14 gráður inn og 10 gráður út. Þetta eru 3-4 gráður sem við þurfum til þess að það gangi að halda hringrásinni gangandi á gasmiðlunum sem við erum að nota. Algengi gasmiðlar í þessu eru svo kallar R410A, 407C og svo er núna nýjast að við erum að koma R32 inn á markaðinn. Það sem er alltaf í þess að gasmiðlar er alltaf að reyna að vera umhverfisvænni og umhverfisvænni og á endanum verðum við skikkar í það verður allt í R32 en samt er komin dagskrá hvenær R32 á dett út. Þannig að það kemur eitthvað nýtt. Og þá skiptir miklu máli fyrir framleiðendur að vera vel á tánum að þróa búnaðinn sinn og vera klárar í nýjan gasmiðli, svo er þetta bara ekki út. En orkusöfnunin í þessu getur verið margsvegar og það sem við erum svona mest að horfa hérna er þetta loft í loft sem er svona hérna algengast og mest selda varmadælin hérna. Svo kemur loft í vatn þar sem við förum þá inn á varmaskiptir og hitum inn á opnakerfi eða gólfhita. Og vatn í vatn sem er oft svona kannski, ágæti ég skýri það eins betur hérna nú eftir við förum yfir þann hluta, en það er þessi svokallega jarðvarmadæla eða hvað sem við vilja kalla hana. Við getum sótt orkun á svo marga mismunandi leiðir með jarðvarmadælu og myndirnar hérna sýna til dæmis 3 jarðvarmadælur möguleika. Borhola, plæjóni eða jarðvatn. Þetta eru 3 af mörgum möguleikum. En þá er það bara það sem að munurinn er það, þá er vatn í vatni það að við erum að sækja orkuna með vatni og við erum að skila inn á vatnsveitukerfi. Loft í loft hefur alltaf verið, eins og segja, einfaldast, fljótlegast, selmest að því. Við höfum bæði verið mikið með pípara í að tengja þetta og einnig rafvirkja. Og það hefur einst okkur svona góðu kostrótt með rafvirkjana að þeir klára málið frá A til Ö þegar þeir hafa að fara út í að gera gaslagningar. Af því að þeir tengja þá rafmagni líka meðan að píparinn stundu segir að tengi gasið og svo segir hann tengdi rafvirkja til að tengja rafmagnið. En rafvirkjarnir hafa reynst okkur mjög vel í þessu, mörgum sérstaklega út á landi í litlum bæjarfélögum. Þá er það svolítið svona allt múlímenn að redda þessu. En það eru lagðar kóparlagnir á milli beggja tækja, það þarf að flera endana, tengja og svo þarf að vakúmtæma lagnirnar og gasi kemur allt tilbúið á útitækinu fyrir ekki. Og við hleypum svo gasinu inn á kerfið, tengja rafmagnið sitt í gang og búið. Þannig að þetta er svona sérstaklega hentugt í sumarbústaði og ég segi ofta að það borgar sig ekki til að tala um sumarbústað svona undir 100 fermetrum að fara að leggja í hann vatnsveitukerfi þar sem að þetta kostar miklu minna og þetta er bæði fljótlegra og einfaldara að koma sér upp. Og þetta skilar mjög góðum árangri. Fólk við erum að sjá alveg algengt 50-60% sparnað frá rafmagnstilofnum og oft hærri en fer aðeins eftir rýminu. En það er bara hellingur. Þegar við talum að kosta kannski 25.000 kall á mánuði að kynna eitt bústað með rafmagni, að náðu því niður 50-60% er bara mjög gott. Loft í vatn, það í raun og veru, má segja, við séum á svona 50-50 í dag á markaðnum. Það hefur svona rokkastundu meira jarðvarmadæla eða loft í vatndæla. Ef við slípum okkur frá alveg loft í loftdæluna sem er alveg sér markaðar. En þarna hefur þetta verið svona í dag myndi ég segja svona nánast 50-50 hvernig þetta skiptist. Loft í vatndæluna er alltaf að vera betri og betri. Hún er að ná jarðvarmadælinu vel í nýtingu og ég sýni ykkur að hérna aðeins betur eftir að það nýjast sem er að gerast í dag. Ég held að þetta ár verið meira jafnvel loft í vatn heldur en vatn í vatndælur. En algengur orkusparnaður sem við höfum verið að sjá inn á opnakerfi sem er ekki eins hagkvæm á gólfviti með loft í vatni er svona í kringu 65% sparnaður eða ekki minna allavega.
Þannig að ávinningurinn er mjög mikill. Vatn í Vattarland. Það sem við getum sótt orkunum þar er algengast sem við gerum að plægja niður rör. Og við þurfum að plægja niður á 2 meter með 2 metra milli röra. Sem því það, ef við tölum svona kannski 100 og 120 fermetra hús, þá það svona þumalputtareglan segir að við þurfum cirka 400 metra lögnum, sem þýðir 800 fermetrar að landsvæði. Það ekkert alltaf í boði. Við erum búin að prófa að bora niður, en það einokun á bormarkanum hérna og hann hefur yfirleitt skotið í kafi öll þau verkefni kostnaði við að bora. Þó erum við virkilega að búa að reyna þetta mikið, það er búið að koma aðkoma ríkisins að styrkja þetta, reyna að ná kostnaðinu niður. En við erum ennþá langt yfir borgkostnaði í nágrannalöndunum okkar í Evrópu. Þannig að það hefur svona orðið minna því. En við erum búin að setja svo líka sömu slaufur og við notum hann í jörðina í sjó, í vötn, í sandfjörur, allt saman með mjög góðum árangri. Þannig að við eigum svolítið mikla möguleika að leita lausna sem er kannski ódýrari heldur en að bora. En þó að draumurinn væri alltaf að geta bora því að það tekur minnsta plásið. Einnig erum við að nota rennandi vatn, bara lindavatn sem er 4 gráður. Við kynntum til dæmis sundlaugin í Ólafsvík, alla á því. Algengast spurningi sem við fáum alltaf er þetta til einsvasa? Að hér er því miður ennþá stór hluti einsvasa. Það eins og hjá Termía, þá er alltaf í boði einsvasa upp að vissi stærð. Og eina sem að gerir fyrir okkur að þetta er sérpöntun. Í staðin fyrir það að við erum 2-3 vikur að komin heim, þá tekur þetta kannski 4-6 vikur. Það er alltaf hráa okkur aðeins að því að við þurfum alltaf hærri ampere á móti því en draumastaðan okkar væri svo að hér væri allt orðið 3 fasa sem allra fyrst. Því að við erum að lenda stundum í vandræði með spennuflökt á einsvasa rafmagni og þær eru reyndar að verja sjákvæmlega fyrir því nema það er mjúkræsir og inverterinn sem eru í inverterdælunum, þeir geta skemmst ef spennuflökt verður of mikið. Þeir eru vottar og viðurkenndir fyrir ákveðin mörk sem að orkusalarnir hérna fullir að þeir séu alltaf innanum, en við höfum alveg séð að þeir fari yfir það. Og þá hefur oft skemmst, en það gerist eiginlega bara ef að akkurat varmadælurnar fari í ræsingu á sama tíma og spennuflötu gerist. Þannig að það er sjaldgæft en það kemur fyrir. Sama varmadælan, ef við tölum svona venjulega heimilisvarmadælu, þá er algengt að við þurfum þetta 50 ampere fyrir einsfasa á meðan að við sleppum með 25 ampere í 3 fasa. Þetta er þá að keyra pressuna og svo er alltaf rafmagnsauka hitari inn í henni líka. Við þurfum að hafa hann möguleikan á honum. Þetta er ekki það rafmagn sem hún notar dagstæðilega þó. Já, ekki með hérna. Með R32 vinnslumilnum þá er að koma nýjar dælur og nýjir möguleikar, sérstaklega í lofti vatn. Og nýjasta til dæmis dælan sem er að koma núna er ætluð til þess að skipta út rafmagnshitatúpunni, þar sem menn hafa verið að keyra á þetta 70-80 gráður inn á ofnana. En þessi dæla er sem sagt tilbúin fyrir þennan markað og þetta verður svolítið, við erum búin að leita lengi af möguleika í þessu, að það er mikið af gömlum hitakerfimynda sem er að keyra á þessu 70 gráðum, gamlir ofnar, og með því að fara með þetta á larra hitastig sem að varmadælun yfirleitt er að keyra á 55 gráðum hámark, þó við séum með lágan mun á bakrásinni 47 gráða þá yfirleitt, þá hefur þetta stundu kallað að það þurfa að stækka ofna eða breyta aðeins hitakerfum. En með nýju dælunni þá eru að tala 70 gráða framrásahita í lofti í vatndælu. Það er eitthvað sem hefur ekki séð og meðan að jarðvarmadælun er ennþá með 65 gráða hámark. Þannig að þetta verður svolítið spennandi tíma fyrir okkur núna.
það komin alveg ný hönnun á pressu. Það er sérst minni hætt á innri lekum í henni. Það kemur nýtt smurkerfi í hana. Einstakur sveifar á sem smíðar mun sterkari efnum. Þá titanium að hluta til og annað. Húsið þolir núna alltaf 56 bara þrýsting því að vissulega R32 mjög hár þrýstingur. Endurbætt innspýting. Það er sem sagt innbyggður hitanemi í pressunni þannig að hún slær út ef að hiti verður of mikill í staðinn fyrir að skemma sig. Og gasflæðið orðið mun betra og meira. Þar af leiðandi miklu meir áreiðandi að lagnirnar skili á milli gasflæðinu vel. Nú, með auknum afköstum þá þurfum við líka að lækka hljóðið. Reglugerðir að koma víða í Evrópu og það eru nú Þjóðverjar sem eru strangastir. Þar reglugerðin svo að ef að loft í vatn, varmadæla eða loft í loft yfir ákveðnu HA í ákveðnu fjarlægð, þá getur byggingafulltrúi mælt hana og rifið hana niður á kostnaði þetta. Hér þetta farið að skapa vandamál í nokkru sveitarfélögum og ég veit að það eru sveitarfélög að skoða það að fara að setja svona takmarkanir jafnvel sjálf. Þannig að þetta næsti áhrifavaldur sem við verðum með og þarf mikið að huga að hljóðlinni sé sem minnst svo við séum ekki ónæða nágranna. En þetta sem þýska byggingareglugerðin, það það sem framleiðendur leggjast á. Það strangasta reglugerðin og það að komast undir hana. Hér að tala hljóðmerki sem í þessu. Það verið að tala sem sagt í þessu svokallega venjulegu keislu sem að verið þá hérna. 1 metri frá 48 decibel, 3 metrar 38. Með minni reglugerðin segi 3 metra frá í Þýskalandi að þá þarf þetta að vera undir 42 decibel. Eða fyrir yfir, þá er það tekið niður. Þannig að nú, nýtt útlit kemur á þetta líka, það breyting, þetta var alltaf algengasta sem við fáum að segja þarf þetta að vera þarna úti því þetta svo ljótt. Því meira sem þú felur tækið, þú með lofttæki, því minni virknin. Það þannig. Þannig að þetta þarf í raun og veru, því betur sem þetta sést, meira opið, því betur virkar þetta. Þannig að framleiðendur margir hverjir og Daginn hefur kannski verið svona einna síðastur af því að hanna útlitið en þeir eru komnir í það núna að hanna útlitið aðeins svona að þetta fytti sérstaklega inn í svona nútíma byggingar eins og það eru í dag. Margir flottir sumarbústaðir, ég skil að vilja ekki fá eitthvað stórt hvítt tæki upp á vegg. Þannig að þeir eru komnir svona meira núna þessi grátóna og með dökkum hliðum og annað til að þetta sjáist minna. Það eru fleiri framleiðendur sem eru líka fannir að gera þetta, haga þessa útliti og það eru skemmtilegt að sjá núna út á sýningum hvað fjölbreytnin rosalega í útliti. Þannig að það verður svona eitt af því sem að verður að fara að laga. Nú, hönnu fyrir eins og segi, kalt veður og norðlæga slóðir. Hún vinnur niður í -28 stiga frost þessi dæla og hún getur haldið 70 gráða framrásahita, samt sem áður. Það er yfirleitt það sem dala fyrst. Þannig að og svo þessi farin að nýta í raun og veru þó svo að eins og ég sagði áðan með jarðvarmadæla sem með heitkastækninni fyrir neysluvatnið. Það einkaleyfi á þeirri hönnun. En þeir mega nýta heitgasið eða vilja og þeir fundu leið til að nýta heitgasið til þess að auka afkastagetun í afhýsingu. Að þegar hún fer í afhýsingu þá skýtur hún heitgasinu inn á ásamt því að það eru lagnir í botnplötunni til þess að bræða allt af henni. Þannig að þá þarf enga rafmagnsþráð eða neitt til þess að hjálpa henni í afhýsingu. Hér svona dæmum venjulega uppsetningu út á landi. Þetta reyndar mjög skemmtilegt húsnæði því leytinu til. Þetta 400 fermetra íbúðarhús á 2 hæðum, einsfæsa rafmagn. Allt húsið ofanjarðar og þetta á skuggsalasta stað landsins. Þetta heitir Sigrifjörðurinn í Lóni rétt við Hornafirði. Ég held að ég fara ekkert að sjá sól þar fyrir í apríl. Og
orkunotkun fyrir varmadælu var 51.000 kWh á ári með því að lækka alltaf hitan í húsinu og spara rafmagn því að þetta er ekki búið í þessu húsi að staðaldri. En orkunotkun með varmadælu er 9.750 kWh á ári. Allt rafmagn, ljós og allt saman er að tala 14.000 kWh á ári. Þetta var nákvæmlega mælt og búið að halda svolítið gott bókaldi yfir þetta. Það verður ekki mikið komið nýlega samt, því að menn hafa bara verið mjög sáttu þetta frá því að það var sett í gang 2013. En þetta er búið að lesa mælastöðu og svo var bætt við þarna 2014 sér mæli fyrir varmadæluna og fara að lesa henni sér til að sjá munin. Þetta er sundlaugin í Ólafsvík sem maður nýtir lindavatn. Það var gömul lind sem var búið að afleggja, ekki verið að nota. Hún var tekin og leidd inn í sundlaugarhúsið og fer þar í gegnum varmaskiptir og bara svo út og kasta út í sjó. Í gegnum varmaskiptinu hringrásu við orkusöfnunni fyrir varmadæluna. Það eru 3 varmadælu þarna. Þetta hitar allt neysluvatnið fyrir sturturnar. Sundlaug, sína hérna, sundlaug, 2 heitir pottar. Þetta er þetta 2 laugar, rendingalög og vaðlaug. Ofnakerfið, loftræstikerfið, allt saman hitað með þessu saman. Og þetta er svona svokallaðar iðnaðardælur sem er reynda dottnar út, það er komið ný tegund í dag. En þær eru með fullkomnu hússtjórnarkerfi innbyggðu og það er hægt að fylgjast með öllu kerfinu þarna. Í raun og veru spara mannskap eins og í sundlaugum að þeir þurfa, það er þannig að þeir eru með fullkomnu hússtjórnarkerfi sem geta accessað allt úr stjórnklefanum, þá geta það spara 1 mann á launum sem á að geta farið niður og meðan annar eru uppi. En þarna geta séð allt saman, það geta stjórnað öllum hitastigum og allt í þessu. Og þetta er bara svona vef umhverfi sem það geta farið í og það er líka hægt að láta hann að tala við önnur hússtjórnarkerfi. Hún getur sendt boðin inn í svokölluðu BMS-kerfum sem við höfum ekki sjálfur farið að kynna okkur nógu vel, en það er eitthvað sem er á döfinni. Allar varmadælur í dag er að koma með tengimöguleikum fyrir svona BMS-kerfi. Hér er annað dæmi svona, óvinni háan sparnað. Þetta er Dakin jarðvarmadæla. Þetta er 200 fermetra hús. Þegar eigandi var nú spurður út í þetta, þá sagði hann að hann lýsti þessu þannig að þetta var í raun og veru bara peningavél. En þarna er búið að vera orkusparnaður 80% frá því sem fyrir var, það sögn eiganda. Og þetta er búið að vera í nokkuð mörg ár. En þarna voru 2400 metra lagnir lagðar í jörðina. Það þurfti að fara svolítið langt með þar. Og það er 1600 fermetra landsvæði. En það sem kom okkur óvart var það að við hefðum nú sennilega sloppið bara með eina 400 metra lagn því að það sem útskýrir há orkusparnaðan er það er einhver smá jarðhiti sem er á áhrif því að þarna er hitin inn á varmadæluna hærri heldur en alls þar annars þar sem við höfum séð. Hann er að hanga yfirleitt bara stöðut í mestu frostunum allt saman og yfir 10 gráður. Þannig að það er gerilega mikil orka í jörðinni þannig. Þá náttúrulega eykst sparnaðurinn á varmadælunni og þar alveg er þetta svona eitt af þessum verkefnum sem ganga einstaklega vel. Og margir auglýsa og selja varmadælur alltaf 85% eða 90% sparnaður. Það er alveg rétt, það getur komist upp við alveg spes aðstæður. En ég segi yfirleitt fólki þegar við erum að tala jarðvarmadælu og móti loft í vatn, þá segi ég ofnakerfi loft í vatn 65%, 70% með gólffita. Jarðvarmadæla 70% ofnakerfi, 75% í gólffita. Svo allt sem er umfram það og þið fáið annað, það er út af einhverjum ákveðnum aðstæðum og þá er það bara kostur eða fáið meira. Oft er líka þessi auka sparnar að gerast það að fólk er bara með gamla hittatúpu sem er alltaf í gangi og eyðir meira. Og bara með því að fá kerfi sem er nýtt og er í lagi og betri stýring á, það er viss sparnar líka. Og með því að taka gamla hittatúpu í dag í burtu og setja nýja, sem eru konar með miklu flottari stýringum í dag, þá ert að spara. Og við sýndum það til dæmis út í Vestmannaeyjum að þar var 100 kW túpa sem var að kynda olíutanka með vinnslustöðinni og halda olíu í ákveðnu hitastígi.
Við skiptum því út úr því að vera, þetta var hitatúpa sem var held í 3 eða 4 þrepum og þegar rafmagn fór af og kom aftur og þá fór hún alltaf, því allt var kalt, þá fór hún bara fullt olli því að það var alltaf að slá út aftur og þurfti, þetta var svolítið vesen og við skiptum inn út fyrir nýja túpu sem er líka 100 kW en hún er þannig að hún er í 15 þrepum og eftir hún kemur fyrsta þrepið þá er senkun áður en að næsta þrep kemur alltaf. Þannig að hún kemur aldrei bara inn öll á full álagi. Það tekur hann það byrjum 15 til 20 mínútur að komast í fullt álag. En það sýndi sig að eftir að við settum nýja túpu, hún var aldrei að ganga nema á svona 60-70% álagi. Það meðan hinn var yfirleitt alltaf á fullu. Og þarna kom bara strax hellingsbarnaður. Nú, hér er líka mjög skemmtilegt dæmi, þetta er að sjá þetta svona típist 67% sparnaður, gamalt einstrengi ofnakerfi, varmadælan tók við af gömlum kalli, sett í gang og skilaði sér bara mjög vel. Hér er svona dæmi skýli sem við ákvæðum að sína að kanni því að þetta hannaði eigandinn sjálfur, mjög skemmtilegur aðli, en hann hafði opið hérna hliðunum og þetta hefur ekkert verið að hamla loftflæðinu og þegar maður stendur ákveð langt frá þarna þá fellur þetta bara nokkuð vel að húsinu þannig að það er líka hægt að gera þetta snyrtilega á þess að þetta svona stingi mikið í augað. Það er vel opið undir hana og inn á hliðunum og hún sogar loftið alltaf inn og kastar því út að framan. Það er þetta sem maður má ekki hamla mikið og við sjáum það að ég hef gert mælingar á mörgum dælum þar sem hafa verið settar undir palla og eitthvað svona. Það munar oft 6-7 gráðum hvað hún er í kaldara umhverfi heldur raunhitin er úti. Af því það þýðir að þá er hún að fá sama loftið aftur og vinna úr því orku og kæla. Nú, jarðvarmadælan ætlar náttúrulega ekki að láta endilega jarða sig þó að sé að koma ný loft í vatndæla en þá kemur ný jarðvarmadæla líka núna sem er nýkomin með hæsta svokölluðu seasonal COP sem við erum ofta að tala um þessi orkusparnaðar. En þessi samkvæmt mælingum er að skila alltaf 6,15 í því sem þýðir það að fyrir hvert 1 kW sem hún leggur inn í hana þá færir 6,15 út úr henni. Ég er ekki ennþá búinn að skoða þessa dælu sjálfur hvernig hún er að koma út en fyrsta sendingin er komin og það hefur verið að vinna í að setja henni upp og næsta sending er á leiðinni til landsins. Þannig að þetta verður svolítið spennandi að sjá þessa og þetta kynntu við bara núna hérna rétt fyrir í byrjun desember afgreiddu fyrstu dælunar út. Þannig að, og svo er þessi með þessari heitgastækni með 180 lítra neyslu á skút getur hún samt skilað ígildi 545 lítrum af heitu neysluvatni. Það er það mikil umfram framleiðsla neysluvatni. Þegar það er búið að mæla það, þá var þetta ígildið sem stútur einum 180 lítra kút. Og hún er, eins og allir framleiðir alltaf að keppast við núna, það er hljóðið. Hún er orðið mun hljóðlátari. Og þetta er það sama, hún er með þessum BMS-stýringum, möguleika á heitum potti, hún er með fulla nýtingu og orkusöfnum sem því það að ef orkan inn á hana minnkar eitthvað, þá dregur hún bara niður í pressun á móti til þess að nýta samt orkuna eins vel og hún getur. Á meðan við vorum áður með svo kallar on-off pressur alltaf, orkan datt niður einhverju hluta vegna, þá bara stoppa hún. Þannig að, nú, hér er svona smá dæmi tengimyndir, ég ætla nú bara að rúlla létt í gegnum og sýna ykkur kannski betur eftir að það er hægt fyrir menni að þeir eru alltaf að skoða þetta, þá erum við með inn á síðu, þar sem hægt er að búa til svona tengimyndir frá öllum dælum frá Thermia. Þannig að ég ætla bara rétt að svona sýna ykkur, hér er svona eins og möguleikjum hefðbundna heimilistælu, jarðvarma, þeir sýna alltaf boralega, þetta getur verið hvaða orkusöfnun sem er eins og ég sagði. Við setjum yfirleitt segulsíu og síu á bakgrásina til þess að verja varmaskiptan í þessu. Hér erum við pottamöguleikan, hérna erum við bæði með ofna og gólffita með stýringu fyrir það og þá erum við alltaf með veðurstýringu á báðum kerfum. Við hækkum lækkum framrása hita eftir í hvað að hitast er úti. Þannig að við setjum, það er bara innbyggt inn í varmadælinni að við notum það alltaf. Hérna verður venjuleg loft í vatndæla, oft þurfum við að nota svona buffettank við þær. Það er þá eiginlega út af því að þetta er verið að setja í minni hús og lágmarks lítrafjöldi fyrir minnstu dælinn er 100 lítrar á kerfi. Eftir sem varmadælan stækkar, þá þurfa að vera fleiri lítrar á hitakerfinu.
Þess vegna getur oft verið vandamál þegar menn setja á stóra varmadælu, þá eru lítrafjöldin á kerfinu ekki nú nægilega mikill og þá getur þurft að setja buffettank til þess að fá rétta virkni í hana. Hér er svona iðnaðardæla, bara með við eina, svona eins og við fyrir hefðbundi lítið hótel. Þá erum við einn forhitaðan neysluvatnskút sem hitar upp í 55 gráður. Svo erum við svo kallan heitgaskút sem tekur hennan umframhita og hefur verið að skila alltaf 85-90 gráð heitu vatni út úr sér. Og svo blöndum við það aftur niður og inn á kerfið og fáum alveg ennþá meira magn þannig. En heitgastæknin er svo að þegar við erum að hita gasið upp með þjöppunni, það verður miklu herra hitastig heldur en við erum að setja inn á hitakerfið. Við erum að taka þetta heitgas og kasta því í neysluvatnið áður en að við sleppum því út til þess að þessi orka eyðist ekki bara upp. Þannig að sparnaður í neysluvatni getur orðið alltaf 60-70% með við aðrar varmadælur sem er ekki með heitgastækni. Sem að loft í vatn til dæmis er ekki með hjá okkur og fleiri, þá sjáum við það 60-70% sparnaður í neysluvatnsframleiðslu. Og það sést yfirleitt á glukkanum á þeim að þetta sjá hvað er búin að vera lengi að vinna í hverju. Neysluvatni á þessum heitgastælum er miklu minni tími sem fer í það. Og við getum farið alveg upp í stórkerfi og þetta er þessi iðnaðardæla sem heitir núna Thermia Mega. Hún heitir Mega því hún kemst yfir 1 megawatt ef við tengjum nokkra saman. Og við getum þá líka fjölga því að hérna eru til dæmis konið 2 forritarar og 1 heitgaskútur. Þá er þetta bara orðið stærra. Við erum með svona hótel til dæmis, þá er oft með 2 neysluvatnsskútar sem er að forhita vatni upp í 55 gráður og svo 1 heitgaskút. Og það annar vel upp til 30-40 herbyggja hóteli. Þannig að það verður ekki skortur á neysluvatni. Og það er bara að þakka ykkur fyrir að hlusta og einhverjar spurningar. Já. Takk fyrir þetta áhugavert. Þegar þetta fyrir mig varandi skemmu. Já. Skemmu, hvernig er það að vera með loft í vatn og vera með allan búna inn? Það er til lína sem heitir Exhaust Air, útloftunardælur, en þær þurfa þá þarf að vera með eitthvað heitt rýmið og taka hitan úr því og búið til orkuna. Það er hugsað þannig að það er oft notaðar í svona kannski eins og iðnaðarhúsnæðum, þar sem væri kannski eldhús, þá taka þær heita loftið úr því og þvottahúsum og svoleiðis, í gegnum sig vinna orkun úr því og hita önnur rými. Það hefur ekki reynst okkur vel hérna. Ég veit að menn hafa sett þessar dælur upp og ég sjálfur komið að segja að skoða að það sem var í einbýlishúsi, þá var það bara að taka þvottahúsinu og eldhúsinu. Árangurinn var ekki nægilegur. Það var ekki næg orka til að skila góðum árangri, þannig að hún keyrið meira og minna alltaf á rafmagni með. Þannig að ég myndi svona ekki mæla með því að skoða það mikið. Það hefur ekki reynst okkur vel allavega í sparnaðlega séð til að fara í það. Hvað er fleiri? Það kannski verið gaman að fá einhver svona verðdæmi fyrir sumarbústað. Já, ef við tölum eins og loft-í-loftdælu, þá er þetta kannski frá dælan sjálf, segjum 220-30 skall með skatti. Uppsetning rokkar svolítið alltaf eftir, það er svo erfitt að segja til verðið á því, en ég hef sagt fólki ofta að gera sér grein fyrir pluss mínus 100 áskallin, það getur farið upp í 200 áskall þessuna. Þetta er alveg mikið vinna fyrir mannin á staðnum, steinveikir og allt saman. Þannig að ég hef sagt fólki að gera sér allan kostnaðaráætlun upp á það. Loft í vatndæla er svona, sjálf dælan er kannski frá 1 milljón. Það máli segja sig að fara 1,5-2 dagar í uppsetningu allavega. Jarðvarmadæla með lögnum og dóti jörði, ég segi fólki fyrir einbýlishús gera sér kannski kostnaðaráætlun upp á 2-2,5 miljónu komið tengt. Það var að tala 150 fermingar sumarbústað. 150, það væri kannski aðeins stærri loft-í-loftdæli ef við ætlar að fara í það. En ef við ætlar að fara loft-í-vatndæli þá orðið að tala miljónuna fyrir dælina cirka, rétt rúma 1 milljón. Og svo uppsetning eitthvað. En ef þú farið loft-í-loftdæli fyrir 150-500 bústað þá væri að fara í svona kannski 340-50 skróna dæli. Í mínu bústað
þá var ég að borga 48 til 50.000 á mánuði í rafmagn. Það fór niður í 20-22. Loft í loft. Já, það er stórt hús. 180. Það er oft sem að borga sig ekkert að eldast við að fara endilega inn á vatnsréttarkerfið. Það er bara nægur ávinningur einnig svona. Það má þá frekar bæta við annarri seti. Við erum aldrei með fleiri en einu uniti inni. Jú, en það er svona kannski stærsti miskilningun hefur verið í okkur að ég gerði alveg sjálfur að ég hugsaði mér að ég sá að það var hægt að fá tæki með 2 eða 3 innitæki. Svo þegar ég fór að tala í framleiðendunum um þetta þá benti mér á það að þú voru átt að það er allt fyrir sama rýmið. Það er ekki ætlað til þess að vera sikkur í rýminu. Nei, en það er til kerfi sem heitir Waffer-Waff-kerfi frá Daginn. Við hefum ekkert mikið verið að bjóða upp á það. Það er búið að setja svona nokkuð stöðum þar sem við erum með 2-3 innitæki sem að geta stýrt sér á sikkur í hverjunu. En stafnkostnaðin í því er nánast orðin svo sami og að fara í vatnsréttarkerfi. Og þá er alveg skott held ég að fara bara í vatnsréttarkerfi og dreifa ofnum eins og að fara að leggja gaslagnir allt hús og leggja í tæki. Og sleppur við þessi svona græði? Já, þá ertu bara með vatnsofnakerfi, sko. Já, þá bara myndir setja vassa eða gólfita eða vatnsofna, sko, eins og venlega er. En þú getur fengið kerfi þar sem þú getur verið með svona innitæki, þú getur líka fengið kasetur upp í loftin, þú getur fellt þetta inn í kerfi og látið blása bara ristnur úr loftinu, það er til allar útfærslur af þessu. En verðið hefur verið bara þannig að ég hef ekkert svona verið að leggja áherslu á þetta, en þetta er vissulega dæmir að það er á Söbbi og Selfossi, þar er svona tæki og svo höfum við sett upp svona tæki í nokkur skrifstofbyggingar að það sem menn vilja fá svona 360 gráðu kasetur upp í loftin, en þá er það að hugsa að geta nýtt þetta sem kæling á sumrin. Það var svolítið aukning á því núna síðustu sumar með hækkandi hita sem við fengum. Það var mynd á svona sjöfbústöðum verið að dreifa bara loftinu í sikkert herbyggið eða? Yfirleitt er með þetta í alrýminu og hita það upp og svo þegar fólk er ekki í húsunum þá bara skilur eftir allar hurðar opnar inn í herbyggið og hitin alltaf, kuldinn dregur alltaf hita loftið til sín. Og þó að sé kannski 1 gráðu munur á milli herbyggja þá er það ekki að skipta öllu máli. Svo ef fólk vil loka asset þá er bara rafmagnsstofn og hækkar áfram á honum. Notkunin er á sumarbústað, sko, góð notkun er talað 20% á ári. 80% á ári er þetta kynntan samt sem áður. Svo eins og ég oft sagt með þessu lofti fólk átt að spyrja háa í þessu eitthvað svoleiðis. Þú munt alltaf finna blástur og háa. En fyrir 20% á árinu sem þú ert að nota bústaðinn eða þú ert duglegur að nota hann, þá er ekki aðalkostnaðin, þú getur bara hækkað á rafmagnsstofnunum þegar þú kemur og slökkt á varmadælinu og er að byrja þig. Það er ekkert sem spannar eða það, sko. Þú ert að höra hitt 80% á árinu þegar þú ert ekki í húsinu að halda þig heitu. Þannig að Fleiri spurningar? Kannski eina Já. Gamall sveitabær, Rauðstrandafjall. Er skynsemi í því að fá ykkur til að bara koma á staðinn og spá í málinn? Eða hvað gerir maður? Kemur maður með teikningar Best er að byrja kannski að kíkja bara á okkur með grunnmyndi eitthvað svoleiðis og hvernig hitakerfi er og annað og fara yfir það. Og oft út frá því þá getum við alveg séð nánast hvað við þurfum að gera. Ef það er eitthvað sér sem kallar á þá myndum við sannlega reyna að vilja kíkja á það á staðnum. Meina þá í jarðveginn, sko? Já, það er eiginlega, sko yfirleitt hérna fyrir austan fjall hefur verið bara gengið mjög vel að plæja niður. Já. Og er einfalt. En það er ekkert með að það sé gerða mælingar úti í jarðveginum og hvort að... Nei. Nei. Jarðvegurinn er raun og veru, sko, það er kannski ákveð að fara inn á það. Því að samkvæmt íslenskum orkurannsóknum þá satt ég fund með þeim hérna eða kynningu þar sem þeir voru að gera jarðvarmakort af Íslandi og þá er það eiginlega þannig að allt fyrir austanfjall, alveg austur á Höfn og stórir aðri hlutar voru grásvæði sem hendi ekki í jarðvarmadælum. Og þeir voru með hérna franskan sérfræðing með sig sem hefði búin að vera að hjálpa þeim að kortleggja og þeir eru búin að vera búa til jarðvarmakort af Íslandi þar sem þeir eru að hugsa fyrir varmadælur og stór hluti var grár. Mitt stærsta markasvæði er hérna fyrir austanfjall og allalega Höfn í Hornafirði. Og hér er ég með, ég veit ekki hvað margar jarðvarmadælur í dag í gangi.
meðal annars niður í Þykkvabæ og niður Sandi og öllu saman. Svo ég spurði sérfræðinginn á þessum aðstöðunni á hverju þetta væri grátt svæði og hvort ég þyrfti að fara hreinlega að endurgreiða öllu fólkinu varmadælunar. Og þá snýr hann sér í Ísómannum og sagði, þú sagði mér að vera bara einu jarðvarmadæla á Íslandi. Og svo en í líðan ég að tala við hann og þá segir hann mig það að þeir byggja á því að sko yfirleitt það allt sem sem sagt fyrir Suður-Evrópu og þá yfirleitt talað eins og þessum sagði að það Noregur, Svíþjóð, Finnland, Ísland á sömu lengd. Allt sunnan við það. Danmörk til dæmis á öðru sviði heldur en við þessu. Þeir eru að horfa á delta-T í útikerfinu upp á 7 gráður og meira stundum. En Svíin að horfa á sama við, 3 gráður. Ég að segja, ég þarf bara 3-4 gráður. Og hann spyrir mér, ég segi hvaða dælur með og þá segir já, þetta á ekkert við þær. Og ég spyrir þá, eru það semst að kynna einhverju hluti sem eigi ekkert við hjá okkur? Því að það hvergi 7-10 stiga hitun í jörðu hér á köldu svæði. Hann yfirleitt kannski 3-4 gráður. En það skiptir mikið máli þótt hann sé -5 gráður til +20 gráður. Það sviðið sem ég get unnið á með hita. Ef ég fæ 20 gráður, þá sendi ég 17 gráður út. Ef ég fæ 0 gráður, þá sendi ég -3 gráður út. Það munurinn sem ég að gera. Þess vegna vegalengdin í slaufanum hugsað til þess að ef ég að senda -gráður út, ég vil náttúrulega ekki fara að frysta jarðveginn, þannig að það þurfa að vera ákveðið langar svo við völdum ekki sífræði í jörðinni. Og það svolítið mikið atrið að reikna það mjög vel út. En var ekki síðanhoppin kannski að sýna ykkur bara aðeins það sem þið getið skoða hérna. Það inn á termia.is síðunni að þá erum við með sem sagt upplýsingur alla dælunar og svo þetta System Solution Generator undir stóra byggingar. Þarna fáum við tengimynd að því hvernig við gerum allt saman. Og hér einmitt líka verið að sýna þessi góða mynd hérna. Menn halda alltaf að við sem að sækja varman bara úr jörðinni, en þetta uppsafnaður sólavarmi í jörðinni sem við erum að sækja. Það sólin sem við sjáum á svona mynd hérna. Hvort sem það vetur eða sumar, þá getur sólin, hún að senda varma niður. Og hér erum við kannski að horfa þetta 0-10 gráður sem við erum að fá inn. Þetta ekkert óalgengt, -10 stiga frost úti en það sól og það kemur varmi niður í jörðina. Og svo annað á sumrin að þá kannski breytast þessar tölur aðeins. En það kannski meira fyrir Svíþjóð, en það ekki oft sem við sjáum 30 stiga úti í þetta. En sólin alltaf að senda varmaðun í jörðina og varmi sem við erum að sækja meira sólarorka heldur en annað. Þess vegna fyrir bara inn á meterstýpi. Það oft, ég veit að það hefur verið miskilningurinn í gangi, sumir halda að það sé betra að græða ennþá dýpra og verið að fara með þetta á 2, 3, 4 metra. Það allan ekki gagnvart ráðleggingum fyrir okkur og alls ekki gagnvart framleiðendunum okkar. Það eru menn að taka á eigin spýtur að gera eitthvað svoleiðis. Þannig að, en það fullt af góðum fróðleik hérna á þessari síðu og meira þetta allt saman. Hún reyndar ekki komið nýjasta dælan inn á en það eru alls konar dæmi uppsetningar og annað, hvað búið að gera og hvað árangur við höfum verið að ná hér og þar. En já, þetta alveg fullt af fróðleikarninni og þarna einmitt uppi linkur inn á þessu söguna hérna, termia, sem mjög skemmtileg líka að sjá. Saga termia, hún mjög áhugaverð og skemmtileg sko. Þeir eru búin að vera, því að þetta svona frumkvöðl í þróun og þeir mikið af tækni sem að varmadælu framleiðendur eru að nota í dag upprunnin frá þeim. Þeir hafa, það sko, þó ég sé með eins og Dakin sem miklu stærri framleiðandi heldur en termia, þá sögðu þeir með strax sko, termia þeir sem við horfum upp til, þeirra tækni. Því að það það sem hefur yfirleitt verið að sýna sig að sé í varmadælum svo áfram í framtíðinni. Þannig að þeir eru mjög skemmtilegir með það þýleiti þó að þeir séu svolítið, þeir eru náttúrulega yfirleitt frekar dýrir og ég get alltaf sagt að það sé að finna ódýrari leið en á móti kemur þá erum við að tala að tækni sem þeir eru yfirleitt búin að sleppa út, það eitthvað sem við komum til með að sjá áfram ókomin ár. Hvað meira? Það ekki fyrir spurningar þá, þakkum við bara kærlega fyrir
flotta kynningu. Takk svo þess. Og alltaf velkomin, ég var bara að vera í sambandi við okkur en mennum alltaf að vita eitthvað. Já. Við erum til þess.